Góða daginn, strákar. Ég svolítið hás, þannig afsakið þetta. Ég var að hugsa daginn, ég var ekki búin að fara yfir hvað alvöru maður, eða svona komið eiginleika alvöru manns. Þannig að þessi þáttur verður 4 eiginleikar hjá alvöru manni. En þegar ég segi alvöru maður, þá það maður í grunninn sem bara búinn að þroskast. En maður hættir aldrei að þroskast, maður alltaf að þroskast og læra og gera meir. Á einhver tímapunkti hjá sumum þá hættum við að þroskast. Við hættum að þróa okkur eða læra eitthvað. Og það svona þegar ég segi barnaleg maður eða maður með óæskilega hegðanir. Það bara maður sem var aldrei sýnt leiðina eða kennt eða bent á hvað að vera þroskaður maður. Og ef þú ert að horfa á þetta þá byrðist afsökunar því ég ekki með kameru núna, ég að breyta húsnæði og svoleiðis. En fyrst eiginleikin, jafnvægi í sýn á heiminn og förum í eina sögu. Ég var að vinna á einu stað sem maður sem sagt átti fyrirtæki, seldi það og byrjaði sem annað fyrirtæki. Og þetta var tímabilið sem ég var mjög svona þungur og var með þunglindi, svona low season. Ég vissi að þessi maður var mjög harður, þoldi ekki svona aumingja og svona menn sem mætti ekki vinnu og hann var rosalega svona vondmanni, hann var ekki vondur en hann var rosalega harður. En þegar ég að vinna hjá honum í fyrirtæki nú 2 sem að byggja upp, þá náttúrulega detti ég niður í eitthvað þunglindi og segi honum frá því. Það sem hann var búinn að læra á þessu tímabili af því að hann var alltaf orðið svona miklu mýkri maður og sína meiri skilning á hlutum í kringum sig, að þegar dóttir hans fór í alvarlegt þunglindi, þá sá hann svona hlið sem hann hefur aldrei séð áður, hvernig fólk getur bara dottið niður og átt mjög erfitt. Og þegar ég að vinna hjá honum og þá segja hann að ég líður ekki vel og eitthvað erfitt og eitthvað svona og gæti ekki eiginlega mætti vinnu, svona þannig séð. Og hann sýndi svo miklu meiri skilning. En hann sagði við mig, að ég skilit ekki, ég get ekki sett mér þessu spór, en ef þú vantar eitthvað frí eða eitthvað sem ég get gert fyrir, láttu mig þá vita. Og það sem ég meina með þessa sögu að hann fekk eitthvað öðru sér sýn á hlut sem var rosalega með eina sýn á. Hann bara, ef þú varst aumingi, latur eða leið stilla varst það bara aumingi. En þegar hann lendir í þessu með dóttur sína og sá einhverja nýja sýn á heiminn, hvað þetta þýðir, þá opnaði svona dyr hjá honum. Þá kann hann vera að sé hlutina frá öðru sjónarhorni. Og ástæðan hverju tala þetta að við þurfum ekkert endilega að lendi í einhverju svakalu til þess að opna hugan okkar eða breyta okkar eigin sýn eða læra hvað að vera maður. Að þetta snýst bara að þroskast. Og þessi eiginleiki sem svona alvöru mennur menn, þroskaði maður, að þeir sjá heiminn frá fleiri sjónarhornum heldur en bara einu sjónarhorni. Hann miklu meira svona jafnvægi sýn á heiminn, bara heildarmálefnum sem eru kringum hann og sem hann að pæla í og skoða. Hann ekki að lendi í einhverju svona gryfju, svona öfgagryfju og vera með eina skoðun, eina pælingu á hlutum. Af því að hann getur sett sig í spor eða getur ekki sett sig í spor en hann getur sýnt þessu skilning frá öðru sjónarhornum, öðru hliðum málsins. Og með þessu hann líka að ekki horfa niður hjá skoðunum hjá öðru fólki. Þess að einhver kemur einhver skoðun, einhver pælingu, þá hann ekki að horfa á þetta niður að tala þetta niður. Og ástæðan okkur þetta skiptir svona máli að því að áður ég fer í að tala hvernig við breytum þessu að lærum að vera með svona víðtækari sýn yfir heiminn. Og þessi eiginleiki að þróa með sér sem maður að konur upplifa svona menn miklu rólegara, stöðari og svona traustvekjandi. Og það laðast að þannig mönnum að þeir skapa rosalega miklu ró kringum sig. Og aðrir menn upplifa mann með þennan eiginleika miklu meira svona sem leiðtoga, sækjast eftir ráð og pælingum hjá svona mönnum. Að þeir vita að þessi maður ekki að fara að dæma á og getur séð þeirra sjónarhorn án þess að lendi í einhverju svona rifildum eða fara eitthvað draga þá niður. Hvernig getur við þá verið þessi menn sem eru með svona jafnvægi sýn á heiminn? Númer 1, þá þarftu að taka eftir viðbrögðunum þínum tilfinningum og þínum hugsunum þegar þú ert í einhverju samtali. Hvað að fyrsta sem kemur upp í hugan? Eða oft kemur eitthvað í hugan okkar sem kannski gamalt eða bara okkar eigin hliðamálinu án þess að við erum búin að skoða fleiri hliðar eða setja okkur í spor hjá hinum manneskjunni. Byrja að vera meðvitaður það sem þú gerir ómeðvitað. Og númer 2, áður en þú myndaðir skoðun á hlutnum að setja þig í aðstæðunar eins og hinn manneskjan eða sjá þetta frá þeirra sjónarhorni. Og bíða með þína skoðanir, bíða með að segja hvað þér finnst og hugsa út í þetta sem manneskjan var að segja.
Og númer 3 að spurja fólk fleiri spurningar, reyna að skilja meira hvað þeir eru að segja. Þú veist, af hverju ertu að segja þetta, af hverju finnst þið þetta? Og spurja svona spurningar sem mjög opnar, ekki svona já og nei spurningar, og setja þið í þeirri spor og horfa á dæmið frá fleiri hliðum. Hvað ég ekki að sjá, hvað ég ekki að pæla, er þetta rétt hjá manneskjunni, hvað ég ekki að sjá? Þegar ef ég og þú förum að labba upp fjall, þú labbar norðamegin og ég labbar austamegin og við förum að labba upp fjallið, svo hittust við til þess að tala fjallið. Ég sá bara tré og dýr og allt rosa fallegt og þú sér kannski bara grjót, engan gróður, bara kalt þín megin að þú varst í skugga megin, eitthvað svoleiðis. Svo förum við að tala saman og útskýra hvernig fjallið lítur út. Og náttúrulega við myndum vera báðir ósammála en við erum samt báðir rétt fyrir hverju öðrum. Þannig að í sömu aðstæðum höfum við rétt og rangt eftir hvernig þú horfir á aðstæður. Þannig að eiginleiki númer 1 að vera með jafnvægi sín á heiminn og allt sem gerist og þú sérð. Ef þú ert á netinu og ert að sjá eitthvað sem færði mjög reiðan, pröfa þá að spyrja sjálfa þig. Hvernig er hinn manneskjan að upplifa þetta? Hvað er hinn manneskjan að reyna að segja? Og reyna að sjá þetta frá þeirra sjónarhorni. Og þetta gerir mann miklu meira heillandi. Og fólk treystir svona mönnum. Þau þurfa ekki að segja neitt, þau þurfa ekki að gera neitt, þau bara finna fyrir þessu. En förum þá í eiginleika númer 2 sem er mjög svipaður. Það er fordómalaust viðhorf. Og þetta skiptir miklu meira máli heldur en bara ekki vera með fordóma gagnvart fólki eða að dæma fólk. Því að fólk finnur fyrir þó þú talar ekki eða segir ekki eða þú ert með svona fordóma viðhorf eða hugsar, ert að dæma. Þegar ég var yngri að vinna sem dyraverður og svolítið niður í bæ, hann var einn strákur sem þekkti að hann var rosalega mikið player og hann gat labbað hvaða stelpu sem var dansskólanum, hvísla eitthvað að þeim, sagt þeim eitthvað setningu, þar voru bara mjög skotnar í honum og virkaði mjög vel. Það skipti ekki máli að bara klikka aldrei á honum. Hann vildi aldrei segja neinum hvað þetta var eða hvað hann var að segja. Svo kemur dagur þar sem hann segir vini sínum hvað hann segir við stelpunar og allir bara þetta hlýtur að virka, þetta virka alltaf fyrir hann. Ég ætla ekki að segja ykkur þessa setninga þegar þessi setning er mjög dónaleg og mjög svona óviðandi. Hinir strákarnir vina hans byrja líka að fara að segja þessa setningu. Eitthvað einasta skipti sem þeir sögðu þessa setningu við einhverja stelpu, þá voru slegnu viðdöðandir. Bara að klikka ekki. Þeir bara náðu ekki að segja þessa setningu. Og munurinn á þeim og þessum stráki að strákarnir sem sögðu setninguna vitlaust að þeir voru að segja þetta út frá svona fordómum eða segja þetta út frá svona dæma. Það var meira svona niðurlæging og meira svona, þau voru bara að dæma og tala niður. En hinn strákurinn, hann var ekkert að því. Hann var að gera þetta meira bara svona upp á playfully og fíblast og gera smá spennu. Og það sem ég vil að þið takja úr þessu sögu að það eru margir sem segjast ekki vera með fordóma eða dæma eitthvað svoleiðis, en ég að gera það samt í huganum. Og þetta kemur út hvernig við tölum og höfum okkur og hvað við segjum og svörum. Og bara eins og þetta dæmi, þá voru hinir strákarnir alltaf með eitthvað svona fordóma og horfa niður á fólk, en hinn gerði ekki. Og þess vegna komst það líka upp með að segja alveg fáránlega hluti, af því að það var ekki koma út frá einhverju dómi eða var ekki koma út frá að hann var að dæma eða reyna að vera leðulegur eða vondur. Og þetta er það sem fólk finnur frá maður sem komið með þroska alvöru mönnum. Þess vegna finna ekki fyrir svona eins og þessi að dæma. Að vera maður sem dæmir ekki aðra, það er eiginleiki númer 2. Af því að full þroskaður maður, hann hefur ekki þessu þörf fyrir að vera að dæma alla. Og það er með þessa bók sem heitir 48 Laws of Power sem bönnuð í fangelslum í Bandaríkjunum af því hún er svo powerful. Hann talar í bókinni einhvern leikara. Þessi leikari var með svona ákveðinn sjarm. Fyrst var fólk svona smeykt við hann, en eftir bara 5 mínútur að tala við hann, þá elskuðu allir hennar leikara. Af því leikarin, það sem hann fann út, að hann var ekki með vott í sálinni sínu eða vott, hann bara dæmdi ekki fólk. Hann var aldrei að tala niður eða dæma í hausnum. Þannig að þroskaða maður dæmir ekki strax og hann heldur ekki fast í skoðana sína. Hann hlustar, hugsar og opinn fyrir öðru sjónarhornum áður en hann tekur ákvörðun, og það að ekki dæma sýnir rosalega mikinn þroska. Að geta bara séð þessar skoðanir og tekið fólki eins og það. Það öryggi. Konur upplifa mann sem lítið að dæma og með fordóma sem miklu heillandi og meira svona aðlaðandi mannesku. En það sýnir svona tilfinningarlegan þroska sem hann hefur sem flesti menn hafa ekki.
og með miklu svona dýpri hlið að sér sem gerir svona meira mystery, og að vera með þessa eiginleika sem þroskaði maður gerir miklu meira fyrir okkur heldur en að bara vera eitthvað svona jákvæðinni gæin sem dæmir ekki fólk, af því fólk að fara að upplifa okkur á allt öðru leveli heldur en aðra menn. Og þá skiptir líka máli að ekki vera að dæma í hausnum eða koma og vera með einhverjum fordóma hausnum, af því að fólk skynjar þessa orku. Ég man bara að ég var hluti af einum vinahóp og það var einn strákur sem hann var aldrei að dæma neitt, hann sagði aldrei neitt, en annar félag minn leið bara eins og hann væri alltaf að dæma hann fyrir bara hver hann var. Hann þurfti ekki eins og að segja, hann bara fann fyrir því. Þannig að hvernig getum við hætt að vera gæjanir sem við dæmum? Oft fólk að dæma bara til þess að láta sig líða betur með sjálfan sig. Það er léttar að segja eitthvað að annar hefur villist fyrir sér, eitthvað annar sem fáiði, léttar að segja hinn asnalegur eða kjánalegur heldur en að þurfa að horfa á sjálfan sig. Og númer 1 að vera meðvitaður það sem ómeðvitað. Viðbröðin og hugsunarhátt sem kemur. Þegar þú ert að kringum einhverja mannesku eða ert að hlusta á einhverja mannesku og hún segir eitthvað sem þú fílar ekki, eitthvað sem þú langar til að dæma eða skjóta á, eitthvað svoleiðis, þá þarf þetta að hugsa, ok, núna líður mér eins og mér langar að dæma þessa mannesku að horfa niður til hennar, eitthvað svoleiðis, hún sagði eitthvað sem ég fíl ekki, ég ætla að dæma hana fyrir hvað hún sagði. Og þú eru meðvitaður að þess að hugsanir koma upp. Og númer 2 að bara skilja manneskuna, spurja sjálfa þig, af hverju hún hugsa svona, af hverju gerir hún þetta, þetta svona slæmt, skilur við, og taka stundum í sátt og bara við erum öðruvísi, fólk gerir aðra hluti og eru ekki eins og við. Og eins og fyrir mig, það skiptir ekki máli hvað manneskja kringum mig, ég dæmi aldrei, mér finnst aldrei neitt asnalegt, að ég svona skil þeirra sjónarhorn, ég skil af hverju þau gera þetta. Af því þegar ég var yngri og þá í dag, skilur, ég gat verið í kringum fólk sem var í listaháskólanum og fólk sem í listaháskólanum bara meikaði ekki fólk sem var svona í ræktinni og svona típur eða þau bara svona, hvað ég segja, þú var svona Reykjavíkutýpa eða svona mainstream týpa og þessar týpur bara gátu ekki verið saman. En ég á rosa auðvelt með að vera í sikkur hópnum sem gerir mig miklu sterkari mannesku. Ég ekki að dæma hvorugt fólkið. Ok, þá förum við í eiginleika númer 3 og það fegur, stíll og glæsileiki. Sem sagt, alvöru maður eða þroskaða maður hefur þann eiginleika að vera rólegur og með sjálfsöryggi þegar hann kringum fólk eða kringum aðstæður eða í aðstæðum sem mikið á svona glæsileika eða fínt fólk eða svona high value fólk. Sem þýðir að sumir menn upplifa að fara í jakkaföt eða kringum eitthvað svona sem bara ótrúlega fínt, svona fancy, að þeir kleinast upp. Þeir bara stoppa og vera bara stirðir og finnst það óþægilegt. Finnst bara óþægilegt að vera kringur hluti sem eru rosalega fínir, fallegir með stíl eða glæsileika. En þroskaða maður, hann kannski finnur fyrir þessu óöryggi eða finnur fyrir þessu óþægindum að vera í einhver aðstæðu sem hann ekki vanur að vera í, eða jakkafötum eða kringum eitthvað svona fín. Og hann bara, ok, þetta alltaf læg. Mér finnst kannski óþægilegt að vera hérna, en skiptir ekki máli. Þetta alltaf læg. Heldur örygginu og rólur í aðstæðum. Ég get með þess að koma með sögu hvernig ég ómeðvitað lærði þetta. Og það bara þegar ég kannski 19 ára gamall. Þá ég með félaga mínum og við erum eitthvað rúndunum, við erum okkur 3 bílum og það eitthvað stelpur með okkur og eina gæðinum við vissum með svona partí ef við gáttum fara að chilla einhvers staðar. Og við erum allir ekki spenntir og eitthvað svoleiðis. Og á þeim tíma vissi ég bara að það erfitt fyrir menn að fara í aðstæður sem eru ekki vanir að vera í. Þeir svona stífna upp, finnst það óþægilegt og vilja fara í burtu. Þannig að þegar ég fór í erfiðar aðstæður, þá reyndi ég bara að halda róminni, draga inn andan og bara læra að þykja allt lagi að vera í óþægilegum aðstæðum. Og við förum í þetta partí sem í svona vinnuskúr, iðnaðarbili og þannig bara eitthvað mótuhjóla gengi. Krimmar, við erum bara eitthvað 19, 20, þannig bara, 30, 40 menn og bara orkan hana var rosalega þung og stíf. Ég náttúrulega bara finn fyrir þessu en held róminni og með ákveðið hugafar að horfa á alla sem jafningja. Þannig að skiptir ekki máli hvort þú ert kennari, yfirmaður eitthvað, þá horfi ég á þau bara eins og jafningja en ber samt virðinguna fyrir því að þú ert kennari minn eða ert einhver manneskja.
en horfa á bara sem vin, bara eins og eðlileg manneskju, bara eins og venjuleg manneskja, sem sagt ekki horfa á manneskju sem mjög hátt uppi sem eitthvað æðra og manneskja sem mjög lágt niðri eins og nobody. Ég horfi ekki á fólk svona niður til fólks. Þannig að við mætum hana og allir strákarnir eru bara stífir, finnst gett óþægilegt og eru bara algjörar kleinur hann inni. Ég fann þessar tilfinningar en samt bara komið fram eins og ég þekkti á eða svona vissi svona hverju voru, ekki vissi hverju voru, bara svona eins og ég væri bara, fannst þetta ekki óþægilegt. Stelpur eða konur er mjög létt með að aðlagast aðstæðum. Þannig að þær stelpur sem voru með voru hana, þeim fannst þetta mjög óþægilegt en eftir 5 mínútur eða minna þá voru þær bara hættar að pæla í þessu og fann að tala um allt fólki hann inni. Sama á með þegar við förum með aðstæður kringum glæsileika að venjast því. Það er konur sem sjá menn sem geta vera kringum svona glæsileika án þess að kleinast upp og stífna og þurfa að hlaupa í burtu. Það finnst hann miklu meira aðlaðandi. Það er eitthvað svona dularfullt við hann. Það er svona forvitnilegt við hann að hann getur verið í þessu aðstæðum. Og það sendir svona merki frá sér að hann er sjálfsöruggur og með vald og svona þokka. Þannig að hver skiptið sem við förum með aðstæður og finnst óþægilegt að hlaupa í burtu, það hefur öfugt við þetta. Þá erum við ekki aðlaðandi, lítið út fyrir ekki að vera með sjálfsöryggi og lítum ekki út fyrir að vera með vald eða þokka. Og það finna svona mystery orku, svona dularfull orku þegar þú nærð að vera í aðstæðum sem finnst óþægilegt svo ert ekki vanur að vera í. Og það er orka sem konur laðast að. Og aðrir menn upplifa svona menn sem geta verið kringum glæsileika. Þeir virðan, þeir svona horfa á hann sem fordæmi. Þeir vilja vera með þessa hegðun eða stíl eða geta verið þessi menn. Þetta make a sense það sem ég að segja. Þeir svona líta meira upp til þeirra og virða á. Þannig að númer 1, þegar þú ferð í svona aðstæður, vera meðvitaður að þér finnst það óþægilegt. Þú sættið við þetta, tekur andan inn og leyfir bara venjast aðstæðunum. Og það er bara að vera rólur og slaka á, ekki hlaupa í burtu, af því það er það fyrsta sem við viljum gera og fara úr aðstæðum. En þú getur líka prófað að klæða þig í flottu föt, kaupa jakkaföt eða ganga oftar í jakkafötum og vera bara í fínni fötum og venja á að vera í smá svona glæsileika. En það mér finnst rosalega áhugavert þegar menn bara neita og vilja komast frá þessu glæsileika. Þú veist, iðnaðarmenn bara klæða ekki í flottu fötum og þeir bara get ekki verið í þessu umhverfi. Að vera maður með þroska sem á auðvelt með eða getur verið í þessu umhverfi er rosalega flott. Og þegar þú ferð í svona aðstæður að fara hana til þess að bara vera, ekki til þess að reyna að sanna neitt fyrir einum en einum eða sækist eftir samþykki. Þú ert bara að fara hana til þess að njóta þess. Þannig að bara fara í svona aðstæður, vera rólur, labba rólega, anda djúpt inn og vera yfirvegaður. Þannig að that's it, sko. Það er ekkit, maður þarf bara að æfa sig með að vera í svona aðstæðum. Þannig að stundum fer ég bara aðstæður sem ég finnst óþægilegt að vera til þess að þjálfa mig og æfa mig í því. En við gerum það ekki meðvitað, af því við óttumst eitthvað. En núna getum við gert þetta meðvitað og gert þetta svona lítil skref. Og þá fyrir við númer 4, aldrei láta þau sjá þau svitna. Eiginleiki. Þetta kemur líka úr bókinni, þetta kemur alls staðar að, en hann tala líka þetta í bókinni 48 Laws of Power. Aldrei láta fólk sjá þau svitna. Þetta er svo sterkt að því að félagi minn, hann á bróðir, eldri bróðir alveg 3-4 árum eldri og þegar vorum eitthvað tvítugir eitthvað, þá voru þeir ofta slást. En yngri bróðurinn, félagi minn sem ég var alltaf með, hann bara sýndi aldrei sársauka eða hann var að fara að tapa. Þannig að eldri bróðin gafst alltaf upp. Og alveg eins og þegar ég fór í keppni við félagi minn, svona 3-keppni og tókum þetta upp og eitthvað svoleiðis og maður veði eitthvað 70 skall undir. Þegar ég var alveg að gefast upp og ég var alveg að tapa, þá bara vissi ég það að ég ætla ekki sýna það að ég sé að tapa eða svitna eða mér fannst þetta erfitt. Og þá horfði hann á mig og sá bara, shit, hann er nóg eftir þegar ég var að gefast upp. Hann er samt sterkar en ég, sem því að hann gafst upp. Ok, þessi eiginleiki vísa til þess að maður heldur ró sinni og sýnir ekki örvæntingu. Jafnvel undir mikla pressu. Sem sagt, þegar mikið er að gera og þú missir ekki stjórn eða verður bara svona tilfinningalega mikill og bara svona stór og mikil viðbrögð. Verður ekki órólegur og sýnir það. Ok, ég skal ímynda þér að þú ert að keyra erlendis með konunni, kæristun og eitthvað svoleiðis og þið villist. Og ef þú ert að verður svona örvæntingalegur og þú svona byrjar að missa svo pínu stjórn á viðbröðunum. Bara kona, og ert svona
missa tökin og verður pínu svona órólegur, það sýnir að þú sért ekki stöðugur, skilur, að þú ert ekki með ákveðna festu. Þannig að með að vera rólegur í aðstæðum að gera miklu meira fyrir okkur, af því að menn eru oft hræddir og óöruggir og líða eins og þess að missa tökin, en þeir bara sýna ekki. Sama eins og það var gert grín að þessu í áramótasköpunu. Alltaf þú hittir eitthvað en þá er alltaf alveg brjálað að gera, bara ræða alltaf við þetta, bara allt bara á fullu, allt á milljón. Stundum ekkert allt á milljón eða allt á fullu, en þeir segja þetta oft svona mínum mati svona til að láta hljóma eins og að það er mikið að gera og þeir eru svo duglegir og öflugir. En þetta segir meira svona að þeir bara eru ekki kannski skipulagðir eða eru ekki með stjórn á hlutunum. Þeir bara ráði ekki við verkefnin, það er svo brjála að gera. Þannig að vera með hennan eiginleika, ekki láta sjá þau svitna, að skapa miklu meira svona traust og öryggi kringum þig. Þannig að þegar fólk spyr mig hvernig gengur, og það er alveg brjála að gera mikið og eitthvað svoleiðis, ég sé bara fínt, bara eins og að ekkert bátar á. Og þá er það miklu meira svona traustveikjandi. Og ég get komið aðra sögu eins og félaga minn að keyra út á land og hann að fara niður brekku og það er vetur og bíllinn byrjar að renna. Konan hans, kærasta hans, er mjög bílhrædd og þau voru nýbúin að vera að tala eitthvað. Þannig að þegar hann er að missa stjórn á bílnum, þá byrjar hann bara að tala við hana hlutin sem þau voru að tala Þannig að hún svona gleymir sér og tekur ekki eftir því að hann er eiginlega að missa stjórn á bílnum og reynir bara svona rétt svo að halda stjórn á bílnum. Sjá hvað þetta sýnir svona mikið öryggi og svona stöðuleika að geta gert þetta í aðstæðum. Þannig að þetta er svona eiginleiki sem þið viljið þróa, ekki láta þau sjá þið svitna. Konur upplifa svona menn með svona viðhorf sem mjög trausta og sterka einstaklinga. Við höfum oft heyrt tala að vera verndarinn. Ef þú ert með þennan eiginleika að þegar hlutir vera erfiðir, að það er svona hefur ekki áhrif á þig, þá ertu að sýna á konu upplifa þig sem verndarinn. Þá eru að leita frekar til þín og fá svona líkamlegt og tilfinningalega traust gagnvart þér og leita svona stuðning og allt svoleiðis. Og hvað getum við gert til þess að vera þessi gæi? Númer 1, við erum að skilja það er engin stöðuleiki í lífinu, þannig að óvissan er alltaf læg. Þegar maður er óviss og veit ekki, að læra að lifa í óvissunni. Ég ger það þegar það er svo mikið óvissa að freka vilja bara læra að lifa í óvissunni og þykja allt í lagi. Maður þarf að sætta sig við, það er óvissa og maður fer í aðstæður sem maður veit ekki eða hefur ekki stjórn á eða veist ekki hvað það var að gera. Og þegar þú sættir við það, þá getur aðeins anda dýpra, að vera meðvitaður það þegar maður byrja að missa stjórnina eða þegar maður byrja að vera stressaður. Að anda inn djúpt, tala hægar og vera svona öruggari í hreyfingu. Og þess vegna fara í aðstæður sem veist eru stressandi, þess sem finnst erfiðar til þess að þjálfa þig. Af því það munur þú fer viljandi í óþægilega aðstæður að þú ert að þjálfa þetta heldur en að það bara kemur allt í einu random eitthvað sem gerir mega stressaðan. Og númer 2, ekki tala eins og þú ert að ræður ekki við hlutina eða svona til þess að fá eins og að sé allt brjála að gera það bara allt brjála að gera, bara alveg ég bara ræði alltaf við þetta og bara nóg að gera, hættu því af því að það ítir undir bara stress og kvíða, að það ert að segja við sjálfa þig að það er svo brjála að gera og það er kannski ekkert brjála að gera, það er bara kannski mörg verkefni sem þú ert að leysa, er að bara segja við sjálfa þig, ég ræði við þetta, ég finn lausnina, ég redda mig út úr þessu. Það er oft mikið vani á fólki að hugsa bara í vandamálum, það er alltaf vandamál en ekkert meira. Staðan fyrir að hugsa, það er ekki til vandamál, bara lausnir. Þannig að þú fer í aðstæður, þá hugsaðu bara, hvar er lausnin? Hvernig kemst ég út úr þessu? Hvernig get ég redda málaðanum? Þegar félaga minn sem var bara gekk ekki neitt í lífinu, hann breytti einu viðhorfi, lærði þetta viðhorf frá einu manni sem gengur mjög vel í lífinu, að hann hélt og leið eins og var bara allt vesen og vandamál. En svo lærði hann, það er ekki vandamál, heldur lausnir. Það er ekki til vandamál, bara lausnir. Út frá því hann bara alltaf að leita á lausnum. Hann sér ekki vandamálin, hann sér bara lausnir úr öllu. Þó allir segja, þetta er ekki hægt, þú getur þetta ekki, þá sér hann alltaf lausnina. Og hann er núna með sitt eigið fyrirtæki og gengur rosalega vel. Og númer 3, þegar maður stressast upp og finnur fyrir óróleika, myndu að ná stjórn á líkamanum. Að þegar þú leyfir líkamanum
fara í svona stressmót og vera rólegur, þá bætist við tilfinningarnar. Þannig að þú vilt alltaf halda róðinni og vera yfir og anda rólega og hugsa hvað getur þú gert. Og eitt annað eins og mitt viðhorf, það er ekki til stöðuleiki í lífinu. Við erum alltaf að leita eftir stöðuleika og vera 100% viss hluti. En sannleikur sá, það er ekki þannig. Þetta er svona legar sem við erum að segja við sjálfum okkar. Því lífið er bara óvissa. Og þegar maður sættir sig við að lífið er óvissa og læra að elska óvissuna og þykja hún þægileg og skemmtileg, þá verða hluti léttari. Þannig að þetta voru svona 4 eiginleikar og það er til fullt af eiginleikum. Og mér finnst gott að tala þetta og segja frá þessu, að því að ef enginn segir okkur hvað er alvöru maður, hvernig hefur við vita hvað er alvöru maður eða hvað er þroskaður maður. Þannig að það bara komið að lokum og muni, lífið er að dansa á rósum nema bara stundu stingum að segja þyrnanum. Þannig að takk fyrir að hlusta og takk fyrir mig. Sjáumst næst.